Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir. Hjá okkur í dag hún Geirdís Hanna og við ætlum að ræða svona hjólhýsabyggð og það að dvelja í húsbíl og það búsetuform og ætlum að fá svona innsýn inn í það hér í dag og hvernig það og svona, bara hver staðan í dag. Geirdís, maður spyrja, er þetta fyrsta val eða hvernig svona? Nei, ég vil bara byrja að þakka fyrir að fá að vera hérna og svariði mitt nei. Þetta er ekki fyrsta val, en miðað við bara, ég er öryrki með lágar tekjur og miðað við húsnæðismarkaðinn í dag, að þá er þetta besta lausnin fyrir mig til þess að eiga þak yfir höfuðið og geta mér svolítið frjálst höfuðstokið. Og ég er ekkert ein, við erum alveg þó nokkuð mörg tjaldsvæðinu í Laugardalnum sem að kjósum þetta búsetuform, en staðan er bara því miður þannig að það er bara ekki búið að finna neina varanlega lausn fyrir okkur. Þannig að við vitum ekkert hvernig verður í framhaldinu þegar að leigusamningurinn okkar rennur út núna miðja maí. Þannig að þið fáið að vera þarna og gerðu samningar og þannig að það er ekki þannig að maður getur bara fundið eitthvað autt svæði í borginni og fengið að planta bílnum sínum þar og bara fengið að vera þar og bara ekkert mál. Það þarf að gera samning og svo rennur hann út og þetta er svona stress sem fylgir því síðan hvað tekur við eftir það. Já, og mér finnst þetta því miður, þá finnst mér þetta búið að vera mjög svifa seint að vinna úr vegna þess að þeir sem hafa verið hér lengst er búin að vera og það er ekki enn komið og þrátt fyrir marg ítrekka búið að íta á eftir því að það er ekki komin varanlega lausn á því hvað á að gera við fólki í okkar búsetuformi. Hvað segir, síðan 2018 segirðu? 2017. 2017. Og hvað nú velti ég fyrir mér þessi svæði, finnst þér þetta svæði bara svona henta, fyrir, já? Það er náttúrulega allt sem við þurfum hér. Það er rafmagn, það er vatn, við erum með aðstöðu upp í þessu sameiginlega svæði, salerni og sturtur, eldhúsið og þvottaherbergið. En Reykjavíkurborg er í raun og veru ekki umsjónar aðili með svæðinu vegna þess að þeir eru búin að leigja svæðið út til annars rekstrar aðila. Þannig að það er svæði sem að í raun og veru borgin hefur yfir umsjón með þar sem að við getum áhyggjulaust þeim bara gert samning hvort sem það er tilskilur 1 árs eða 2 eða 3 eða lengri tíma og verið bara örugg að fá að vera þar með þá aðstöðu sem að við þurfum. Og þetta hlýtur að vera mjög streituvaldandi að þú segir leigusamningurinn að renna út og vita ekkert hvað tekur við, þannig að þetta er stuttur tími í þetta og það er mjög streituvaldandi að því að ég held að margt fólk hugsi bara eitthvað svona, heimili á hjólum er ekki bara hægt að planta heimilinu hvað sem en þetta er ekkert svona einfalt, þetta er ekkert þannig að þú getur bara lagt í eitthvað bílastæði og bara fengið að vera þar af því að þú þarft að komast í vatn, þú þarft að komast, þetta er ekki eitthvað svona að það sé sturta inn í þínu heimili eða baðkar eða eitthvað þannig, það er ekkert, þú kemst ekkert í sturtu þarna eða eitthvað, það er ekkert. Ég gæti það, en þá þarf ég náttúrulega samt sem áður fyrst að fara og fylla á vatnsbirgðir hýsisins sem að því það ég þarf að draga hýsi með mér á næstu bensínstöð og fylla á vatnstankinn og draga það síðan aftur tilbaka. Og meðan að hér þá get ég farið með brúsana mína bara upp í hús og komið og hellt vatninu á hýsi mitt. Og þarf ekki að fara með hýsið langar vegalengdir til þess að fylla á það.
En veistu eitthvað, þú veist, með hvort þetta sé eitthvað svona andstaða við þetta búsetuform eða hvort að borgin sé að hugsa bara, þú veist, veistu eitthvað af hverju, þú veist, það er ekki komin endanlega niðurstaða varðandi, þú veist, leigusamningin. Þú veist, núna hefur hann verið lengdur einu sinni eða þú veist, já, eitthvað boðið að vera þarna og þannig að, þú veist, manni finnst þetta bara svo skrítið af hverju við verið að bíða einhvern veginn fram á síðustu stundu með að gefa eitthvað svör af því að þetta er svo streituvaldandi. Þannig að ég bara reyna svona að skilja, þú veist, hver ástæðan gæti mögulega verið, þú veist, fyrir því að þetta sé einhvern veginn svona, já, engin svör komið fram. Ég held hreinlega að þetta sé bara, sko, kerfið er svo svifaseint og því miður eins og þú kannski veist sjálfa þá er mikið álag á þeim sem að starfa innan þessa opinbera geira og það er bara einmitt, þetta er hérna erfitt og þungt í vöfum og hérna það er náttúrulega forgangsraðað og við erum bara því miður ekki í forgangi. En ég meina við erum samt sem áður við erum fólk og við höfum rétt á því að hvernig við kjósum að lifa okkar lífi, hvort sem það er að búa í húsbíl eða hjólhýsi eða hreinlega tjaldi, þá þurfum við samt sem áður að hafa aðstöðu þar sem að við getum sett okkur niður án þess að eiga það á hættu að bara einn daginn, já, nú þarf þú að fara á morgun. Einmitt. Mér langaði þess að hérna spyrja, sko, ég var bara í gær að reyna að rifja upp staðina sem ég hef búið á og af því að ég bara myndi ekki tímabilin og ég hugsaði bara ég hlýt að geta skráð mig inn á þjóðskrá eða eitthvað og hlýt að geta séð, þú veist, tímabilin og hvenær maður var að skipta um lögheimili og svo var ég einhvern veginn komin í tölvupóstinn og var farin að bakka og var að reyna að sjá og alls konar svona og út frá þessu fór ég að hugsa um stofnanir og hvernig stofnanir taka á því þegar maður býr á ólíkum heimilum og ég fór að hugsa um póstinn og pósthólf og þegar að hérna maður vill alltaf fá póstinn heim til sín og er þetta, hvað, kemur hérna pósturinn inn í hverfið eða hvað hérna? Nei, ég fæ engan bréfpóst og allir pakkar sem að ég fæ þarf ég að sækja í pósthólf vegna þess að ég er skráð óstaðsett í hús, ég á hvergi lögheimili og vegna þess að ég á hvergi lögheimili þá fæ ég ekki heimilisuppbót þó að ég eigi og reki mitt eigið heimili og búi ein. Og ég fæ ekki, að því ég er ekki með lögheimili að þá fæ ég ekki lánshæfismat. Já, þannig þú ert öryrki. Já. Og þú ert að greiða fyrir heimilið þitt, þú ert með leigusamning en það er ekki viðurkennt út af því að það er ekki skilgreint á einhverju svæði sem en ég meina þú ert að reka heimili og þú ert að gera það ein. Já. Og það er kostnaður sem fylgir því. Algjörlega, ég meina ef ísskápurinn minn bilar þá kostar nýr af sömu stærðargráðu að lágmarki 130.000. Mér finnst þetta mjög sérstakt en sko ég skil ekki af hverju mátt ekki skrá lögheimilið þar sem þú ert. Er þetta ekki, er engin gata með þessu nafni kannski eða hvað? Já, nú þurfti ég bara eiginlega að kanna það, en mér finnst þetta náttúrulega algjörlega fáránlegt að ég sótti ég gerði það bara að ganni mínu, að ég sótti heimilisuppbót og þá þurfti ég að smá leigusamning þó að ég hefði hakað í það að ég byggi eigin húsnæði. Já. Vá, þetta er sérstakt. Þetta er mjög sérstakt og eins og ég segi, kerfið er alveg sama hvar þú stígur niður fæti að það er alltaf ofboðslega þungt og erfitt í vöfum. Og nú er ég kvíðasjúklingur með áfallastreituröskun og það að einmitt lenda á hverjum veggnum að fætur öðru að það ýtir undir kvíðan minn sem að gera það verkum að ég bara svona
já, ég ætti kannski bara ekkert að vera að spá í þessu neitt meir. En sem betur fer að þá er ég nú búin að leggja mikla vinnu í sjálfa mig, þannig að ég læt nú sem betur fer ekki oft stoppa mig. En eins og ég segi, það er bara í kerfum okkar, hvað varðar stjórnsýslu, sem að bara er of flókið og er bara ekkert fyrir Pétur og Pál út í bæ að þekkja eða vita hvernig það á að rata í gegnum þessi völundarhús. Og líka þú ert að reyna þitt besta og þú ert búin að gera þetta úr stöðinni að þú ert komið með eitthvað þar sem þú getur hallað þínu höfði og svo bara einhvern veginn kerfið bara svona computer says no, bara nei. Já, nákvæmlega. Það er rosalega erfitt þegar maður rekst alltaf á þennan sama vegg computer says no. Af því að ég passi ekki inn í einhvern box sem er fyrirfram ákveðið af einhverjum sem að eiga að vita betur. En nú veit ég fyrir mér. Mér finnst þeim alveg skorta þennan mannlega þátt inn í þessi kerfi. Að taka mið af því að við erum einstaklingar og við erum ekki öll eins. Við erum mannleg og við erum breysk og við þurfum mismunandi hluti. Það sé ekki svona rosalega kassalega. Já. Ég man aldrei eftir því að hafa passað inn í þessi fyrirfram ákveðnu mót sem að við áttum alltaf að passa inn í. Og enn þann dag í dag þá er ég ennþá að berjast við það að finna í hvaða kassa á ég heima. En þegar ég skoða þetta þá á ég heima í öllum kössunum, strangt til tekið. Þannig að það er gott að vera margbrotin persónuleiki í svoleiðis aðstæðum. En nú velti ég fyrir mér, ef að þú værir með barn eða börn og þau væru óstaðsett í hús, þess að ekki skráð með lögheimili, hvernig ætli slíkt virki bara varðandi grunnskóla og sækja sér þjónustu og hvað getur maður sagt? Ég meina, fullorðið fólk kannski kemst svona frekar upp með það að vera ekki með lögheimili skráningu, þó að það sé náttúrulega alltaf kannski æskilegt ef að það er kannski svona, besta orðið, svona varðandi bara að það sé auðvelt að sækja sér þjónustu og alls konar svona. En ég meina, ef að börn eru utan kerfis, þá það opnar sannlega á mörg vandamál, hefði ég svona haldið, eða þú veist, ef að barn er einhvern veginn ekki með neitt lögheimili. Já, það er kemur, computer says no, vegna þess að þá náttúrulega grípa yfirvöld inn í strax, eins og félagsþjónustan og barnayfirvöld og annað slíkt, vegna þess að samkvæmt kerfinu eins og það er í dag, að þá má barn ekki vera skráð utan heimilis. Það verður að vera skráð einhvers staðar í heimilisfangi, einmitt upp á þessa grunnþjónustu, upp á heilsugæslu, skóla og allt þetta. Þannig að það er einmitt það finnst mér líka þurfa svolítið að laga, vegna þess að ég efast ekkert það að það eru ungir foreldrar, jafnvel ungar einstæðar mæður eða einstæðir feður sem að ná ekki endum saman, sem að myndu einmitt kjósa þetta búsetuform ef það væri í boði. Þannig að mér finnst einmitt mér finnst við vera svolítið langt á eftir samfélagslega séð upp á að horfa til þarfa þegnanna og þeirra sem að þurfa á þjónustunni að halda. Ég meina, ég til dæmis, mig langar ekki að flytja í blokk upp á von og óvon það hvaða nágranna ég fæ. Mér líður rosalega vel hér og ég voru alveg yndislega nágranna og
við erum bara þó nokkuð samrýmt samfélag hérna. Við pössum upp á hvort annað. Ef einhver fer í burtu þá fylgjast hinir með að allt sé í lagi. Þannig að það er einhvern veginn myndast tenging og samfélag í svona. Ég skil þig. Þetta er hverfi, þetta er algjörlega þitt og það er ekkert svona ónæði, það er ekki svona, þú veist, þetta er algjörlega þitt og líka eins og þú segir með punktinn varðandi sko, þú veist, maður heyrir að fólki sem að greiða sko bara upp í 70% af laununum sínum í leigu. Og þetta er komið í svo mikið rugl að auðvitað vilja fólk kostinn sem þú veist, ef þú borgar minna og ert samt bara í þínu, þú veist, ekki að krassa hjá ættingjum og vinum á sófanum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er mikið klemma og svo mitt það að þegar foreldrar eru kannski komin í það stöðu bara já, þú getur ekki útvegað barninu þínu öruggt húsaskjól þá bara þurfum við að tilkynna yfirvöldum það, en á sama tíma er ekki verið að hjálpa foreldrum í erfiðari stöðu að fá húsnæði á viðeigandi verði og þá er einhvern veginn ekki hægt að grípa inn í og bara já, vá, við verðum að hjálpa þér, þú ert að fullu og nærðu ekki að útvega fjölskyldunni þinni heimili og einhvern veginn þá er ekki sagt neitt en leið og þú veist að komið á þennan stað að einhvern veginn bara já, herri, ég verð bara, þú veist búa þarna því þetta er allavega örugt og þú veist þarna getur við þá verið þú veist ég er með börnunum mínum að það einhvern veginn þá hefur þú bara feilað þá þurfum við að gera eitthvað þú veist þetta er svo skökk mynd einhvern veginn. Já, hún er það og eins og ég segi við þurfum að kenna skriffinnskunni að horfa svolítið öðru vísi á þjóðfélagið okkar og samfélagið okkar. Vegna þess að ég gerði það að gamni mínu daginn að því að ég er búin að fá það svo oft spurninguna bara hvað ef að þér er nú búin íbúð og af hverju finnur þér ekki eitthvað húsnæði og ég gerði reiknistæmi og ég reiknaði hvernig það kæmi út fyrir mig ef að ég myndi selja húsið mitt og fá mér íbúð, hvort að það myndi hreinlega borga sig fyrir mig, fjárhagslega séð. Ég hefði grætt á því 18.000 krónur á mánuði. Og ég satt fyrir framan, ég satt hérna við borðið mitt og horfði á reiknistæmi mitt á blaðinu sem ég var með fyrir framan mig og ég spurði sjálfa mig, er frelsið mitt 18.000 króna virði á mánuði? Og svarið var mjög einfalt, nei. Það er að rifjast upp svona alls konar nágranna, já, þú veist, maður veit aldrei á hverju maður lendir eða þú veist, hvernig íbúðin verður, alls konar bara, þú veist, já, alls konar sem það er stundum að gera við og þú veist, og já, og það verður að hringja og það tekur langan tíma að fá einhvern til að koma og alls konar bara svona, þú veist, já, já. Já, nákvæmlega. Og meðan að, sko, ef eitthvað bílar hér, að þá er það náttúrulega bara algjörlega í mínum verkarhring, hvort að það sé mikilvægt og hvort að ég hafi efnaði. Og ég þekki líka svo mikið af fólki sem að getur aðstoðað mig við svo ótrúlega margt sem að kemur upp á. Þannig að eins og frelsi mitt eins og það er í dag þá er það ekki 18.000 króna virði á mánuði. Hvað finnst þér eins og sé, þú veist, ríkir skilningur í samfélaginu aðstæður þess að fólk kjósi að búa svona eða þú veist, þurfi að búa svona eða hefurðu tekið eftir fordómum eða finnst þér eins og sé, já, þetta misjafnt einhvern veginn eða? Ég er náttúrulega búin að
fá að heyra sko allar hliðarnar. Og það einmitt, ég búin að fá oft spurninguna, af hverju sækir ekki sko hjá Reykjavíkurborg og alls konar þessar spurningar og af hverju finnur þér ekki bara meðleigjanda og ég bara, af hverju á ég að finna mig meðleigjanda þegar mér líður vel einni. En samt sem áður að þá einmitt heilt yfir, eins og til dæmis bara í mínum vinahóp og annað, að það sýna því allir skilning. Ég meina, börnin mín, að þeim finnst þetta frábært. Vegna þess að hér ræð ég mér og ég get stjórnað útgjöldunum mínum eftir því hvað ég þarf. Og ég get lagt fyrir því sem að mig langar til þess að gera. Án þess að einmitt fórna heilsunni minni fyrir það. Þannig að já, og það er það sem skiptir mig mestu máli. Það er fólki sem stendur mig næst. Og hvað því finnst. En náttúrulega fyrst og fremst að þá er það hvað mér finnst, hvernig mér líður, hvernig ég vil haga mínu lífi. Þannig að þegar ég horfi til framtíðar, að þá ég sé mig ekki í einbýlishúsi einhvers staðar. Ég sé mig á litlum landarskikka með tiny house og skemmu til þess að leika mér í og gróðurhús og kannski einmitt að vera með hænur og kannski 2 kindur til þess að geta verið svolítið sjálfbær, skilurðu. En já, það er mín framtíðarsýn fyrir mig. Þannig að á leigumarkaði þá þarf maður alltaf að sætta sig við hluti sem maður vill ekki þurfa að sætta sig við. Eða þú veist, það er alltaf þessi svona valmur, eða þú veist, það er alltaf þetta sem er hangandi, þú veist, yfir manni bara ef að leigan hækkar þá þarf ég örugglega að fá meðleigjanda. Þú veist, þetta er örugglega að fara að vera einhver sem ég veit ekkert hver sem er að fara að nota sama inngang og ég, sem, þú veist, lappar inn og er að fara að deila íbúðinni með mér og þú veist, þetta er, sumir finnst það ekkert mál, en ég persónulega hugsa bara, vá, ef það væri einhver núna bara í stofinni bara í sófanum fyrir aftan mig núna bara sem væri mynd, þú veist, þetta væri svo skrítið eða þú veist, einhver myndi lappa inn og ég væri bara þú veist, upptaka í gangi, þú veist, þetta er rýmið manns, maður vill þetta sé bara, þú veist, þetta er mitt rými. Akkurat. Og ég er búin að vera á þessum frjálsa leigumarkaði meira og minna allt mitt líf. Og þegar ég hugsa tilbaka hvað ég er í raun og veru búin að setja mikið af fjármunum í vasa annara til þess að ég hafi öruggt þak yfir höfuðið, að þá verður mér eiginlega óglatt bara. Og á sama tíma þá fór ég í bankann og fór í gegnum greiðslumat og ég gat ekki tekið lán sem ég hefði jafnvel sko 3 sinnum lægri upphæð kaupa mér húsnæði af því að einmitt, computer says no. Og já, þetta nær ekki nokkur átt. En svona, hvað myndi henta þér núna, skilur, það er náttúrulega bara langtíma, svona leigusamningur, að það væri í höfn, er eitthvað meira, svona, þú veist, að þetta væri kannski viðurkennt sem búsetuform, þú veist, að þú værir ekki bara skráð bókstaflega sem, að því að núna væri kannski hægt að túlka þetta sem að þú værir eða þú veist, að þú væri húsnæðislaus. Já, og ég myndi helst vilja sjá rísa hér á Íslandi eins og er á svo mörgum stöðum í Evrópu, eiginlega bara allstaðar í Evrópu, svona hjólhýsa byggð. Þar sem að einmitt, þú ræður því hvort að þú kemur og leigir þér stæði í 2 vikur eða 6 mánuði eða eins og ég segi 5 ár. Getur gert, skilur samning kannski til 1 árs í senn, en ef þú endurnýjar samninginn þá er ekki hægt að reka þig í burtu af svæðinu. Og þetta er til allstaðar í Evrópu. Hef ég heyrt af þeim sem að hafa einmitt komið á svona staði og skoðað
Það einmitt eldri hjón sem að hafa verið á svona svæði út á Spáni ár eftir ár og bara ekkert mál. Og eftir því sem að ég best veit að þá einmitt hægt að gefa upp heimilisföng á mörgum hverjum þessa staða. Þannig að ég spyr af hverju ekki hægt að gera svipað eða sambærilegt hér á Íslandi. Já, þetta er góða punktur. Það margt í þessu. Já, er eitthvað sem að við höfum ekki komið inn á sem við vilt nefna svona að lokum? Mér finnst ég eiginlega búin að koma öllu frá mér og það sem að ég vil náttúrulega bara ítreka er að við erum fólk sem að búum hérna og við viljum bara það sama á allir aðrir. Við viljum öryggi, við viljum að á okkur sé hlustað, við viljum að tekið sér tillit til þess að þetta er form sem við kjósum. Okkur líður vel í þessum aðstæðum. Inn á okkar heimilum. Við löpum hérna á milli og kíkjum í kaffi og spjall eða hittumst og fáum okkur hvítvín og bara rétt eins og við værum nágrannar í hvaða öðru íbúa hverfi sem væri. En já, mér finnst vanta úrræði sem að er ekki svona tímabundin. Já, öryggi til lengri tíma. Algjörlega. En þess að ég meina hvað viljum við öll sem manneskjur þegar uppi staði? Við viljum öryggi. Við viljum fjárhagslegt öryggi. Við viljum öryggi það að heima, við fáum að eiga heima þar. Nákvæmlega. Og það er okkar skylda sem samfélag að halda utan hvert annað. Nákvæmlega. Þetta hafi verið mjög góð lokaorð. Þetta var Hin Reykjavík í dag. Þakka ykkur kærlega fyrir að fylgjast með og takk fyrir, Hjördís. Takk kærlega fyrir mig. Bless.